Já, Skar, svona hverjar eru bara fyrstu tilfinningar eftir þetta 7-0 tapinn? Þær eru þetta bara mjög vondar. Það er vond að tapa 7-0, það er vond að tapa 7-0 á heimavelli og það er vond að tapa 7-0 sem þjálfari KR og ekki undir nokkur kringumstæðum. Það er hægt að fara eitthvað í grafgötum með það að þetta er bara ömurleg tilfinning. Það sem kannski stendur upp úr að ég þarf að skoða hvernig ég lagði upp þennan leik því að manni virtust sérstaklega varnarlega að vera óöruggir sem að bjó til þetta augnablik sem að þeir fengu með sér og ég þarf að horfa í speilið með það og gera betur. Hvernig lagðir þá upp leikinn? Ég lagði hann upp ekkert ósvipað og við höfum lagt upp flesta leiki í sumar. Ekkert ósvipað og við lagðum upp fyrir leikinn á móti Víking en einhvern veginn var það þannig að við höfum farið maður á mann og höfum leyst það að stóru hluta vel. Mörkin hafa flest ekki verið að koma eftir það en í dag einhvern veginn vorum við tættir, vorum langt frá mönnunum okkar og vorum í talningavesinni og það er bara eitthvað sem ég verð að taka ábyrgð á. Ertu eitthvað farin að endurhugsa þá leikstíl liðsins í heild sinni eða hvernig ertu að fara á þetta? Nei, ég er svo sem ekkert endilega farin að endurhugsa allan leikstílinn eins og hann leggur sig en auðvitað er það þannig að ego þjálfarans getur ekki verið að þvælast fyrir árangri liðsins. Þú veist, ef það hentar liðinu betur að verjast öðruvísi þá við þurfum að skoða allt. Þú veist, ég aðhyllist og vill spila aggressíft og vill spila maður á mann en lykilatriðið að mönnum líði vel með það og þannig að við erum bara neyddir til þess að skoða allt eftir svona frammistöðu þó við séum kannski ekki að fara að kúvenda öllu því sem við höfum verið að gera. Það er auðvelt að vera og mjög auðvelt að vera dramatískur núna akkurat eftir þetta en við getum samt ekki látið þennan leik skilgreina alla vinnuna sem við erum búin að leggja á okkur á heilu tímabili. Við getum það ekki en það er margt sem við þurfum að skoða. Hvernig bara þetta 7-0 tap, hvernig heldur þetta hafi áhrif á liðið, samspil leikmanna? Já, við svöruðum ágætlega, við töpum 6-1 fyrir Val og vorum rasskelti þar og þá fannst mér menn gjörsamlega gefast upp, kastin handklæðinu. Mér fannst menn svo sem ekki gera það í dag en einhvern veginn allan tíman voru menn óöruggir varnarlega. Við komum sterkir tilbaka eftir það tap og inn í þessum klefi eru hellingur af sterkum og öflugum karakterum og þeir hafa svo sem, þú veist, og þeir vita það jafnvel að ég að þú lætur ekki þessi frammistöðu skilgreina því sem fótboltamann eða skilgreina KR-liðið þannig að ég hef trú á því að við komum járngrimmi tilbaka. Talar varnarleikinn en hvað sóknarleikinn þegar við bara skorað 3 mörk núna í síðustu 4 leikum? Já, hann hefur ekki verið jafn mikið flæði, við söknum með skauta, það er ljóst. Við söknum þess að hafa ekki náð kannski takt í þá sóknarleik sem við viljum spila með. Við erum með Amin og Galdur, nýja leikmenn sem við þurfum kannski aðeins að breyta leikstílnum fyrir þá. Við höfum ekki náð að koma þeim nægilega vel inn í þetta. Þannig að það er alveg rétt að það hefur ekki verið jafn mikið flæði kannski undan í skilin Stjörnuleikurinn. Þar sem við fengum aðra grófa færum þá var framleikurinn, vestarleikurinn og þessi leikur var ekki fljúgandi sóknarleikur þeim. Þannig að það er líka svo sem, þú veist, það er líka verkefni út af fyrir sig. Hvernig horfir á þessa tvískiptingu? Ætlar, eins og þú segir, ætlar að breyta einhverju ef svo? Það verður bara að koma í ljós en svona í fyrsta stað, nei, þá ætlum við ekki að breyta neinu. Við erum búin að æfa á ákveðinn hátt og
og búin að æfa eftir ákveðnum gildum frá því nóvember í fyrra, þannig að grunnstefið verður alltaf það sama en svo eru einhverjar leiðir út frá stefinu sem er kannski aðeins hægt að snúa og breyta og fyrst og síðast bæta. Svona örstutt í lokin, Eiður Gauti bara staðan á hún? Hann er byrjað að æfa, þú veist, það kemur sennilega ljós á morgun eða hinn hvort það má byrja að æfa og bæta við og fara inn á æfingar í fótbolta. En í dag er fullkomlega óljóst hvenær að vera með. Ég spurði þarna fyrir mánuði síðan hvort að þú voru hræddur að KR geti fallið, eru eitthvað, þær áhyggjur, eru þær eitthvað að aukast? Nei, þær eru svo sem ekki að aukast, þú veist, ég ætla ekki að hugsa það, þú veist, ég hef sagt áður, sagði viðtalið fyrir þennan leik, þú veist, ég er jafn meðvitaður stöðun okkar og ég var þá, þú veist, ég átta mig alveg á því að við erum í bullandi fallbaráttu og ber virðingu fyrir því. Það er ekki svo ég ætli bara að stinga höfðinu í sandinn og vona að fallbaráttan hverfi, hún gerir það ekki. En hins vegar held ég að það sé mikilvægt að til þess að geta verið trú sjálfu þér og til þess að geta verið hugrakkur, þú veist, að þú festist ekki of mikið í hugsuninni að þú sért í fallbaráttu. Þú veist, það sem við þurfum að gera, við þurfum bara að bera virðingu fyrir hverja meinasta leik, hverja meinasta andstæðingi og okkur sjálfum það sem eftir lifir tímabils, og ef við gerum það þá fer þetta vel. Takk hjá Óskar. Takk.